Við 13. að tapa móti Úkraínu hérna í Tyrklandi í dag. Hvað er að gerast hjá okkur þetta? Við settum ekki skot. Ég held að það hafi verið svona okkar helsta vandamál. Þeir náðu að hittna og hittu mörgum skotum sem kannski þeir myndi ekki setja alla daga. Og þegar við erum ekki að hitta þá er bara mjög erfitt að vinna móti sterkum liðum eins og Úkraína er. Það er náttúrulega, ég get ekki sagt að við spilaði illa. Við spilum alveg vel, nokkuð vel, við fundum góð skot, við vorum að skjóta vel en stundum dettur bara ekki niður. En við leiðum þeim við sluppum þeim aðeins frá okkar hérna sérstaklega í öðrum og þá í upphafi þriðja þegar þeir náðu að slíta sig aðeins frá, síðan er bara erfitt að ná þeim aftur. Varnarlega áttu því smá vandræðum með hæðina hjá þeim að skipta á leikmönnum þegar þeir að byggja upp forystunum sína. Það vanti kannski fleiri stóra leikmenn í íslensku liði? Við verðum alltaf bara eins og við erum. Við erum náttúrulega ekkert hávaxin lið og við vitum það. En ég tel okkur vera bara mjög góð að berjast á móti þessu stóru liðum. Og miðað hvað við höfum, Þeir eins og í dag voru þeir að spila eiginlega litlir á móti okkur þegar við vorum litlir. Það sýnir bara að þeir virða okkur, virða alveg leikmennina okkar. Og þeir reyna að stoppa það með því að gera það og það virkaði frekar vel í dag. Búlgaríuleikurinn á þriðjudaginn skiptir ekki máli fyrir þetta mót, þeir komist ekki í undanúrslitin, en það skiptir náttúrulega máli fyrir ykkur sem lið og þá verkfæri sem þeir eru á. Algjörlega. Þetta er náttúrulega bara kannski, það er hægt að segja það núna, en þetta er rauninni bara eitt svaka gott æfingamót fyrir Evrópumótið. Við ætlum okkur í Evrópuna, Eurobasket og þetta er bara leiðin að spila svona. Í báðast leiki, í báða 40 mínúturnar, þá tel ég okkur að vera að berjast allan tíman og taka vel á því. Búlgaría, þetta var annar leikur til þess að æfa sig og við ætlum okkur að ná í sigur á þessu. Best að ekki Tryggvi og gangi ykkur vel á þriðjudaginn. Takk.